Kæri Jesús, ég vil lofa og tigna þitt nafn Drottinn í dag og ég vil gefa þér þanga minn og hugsanir Drottinn Jesús minn til að þú eyðir þeim sem ekki eiga að vera og setja þar einn sem eru þér velþóknarlega Drottinn Jesús minn. Ég vil biðja fyrir þessum degi, fyrir einstaklingum í þessum degi, fyrir einhverjum og sérlagi trúuð fólki sem gengur í þessum degi. Hjálpaðu okkur til að muna eftir þér í dag og leitast við að gera þinn vilja í dag. Hjálpaðu okkur, Drottinn, því við þurfum hjálpið þetta verk í Jesú nafni. Amen. Góðan daginn, kæru vinir, og við bjóðum ykkur góðan dag í Jesú nafni og að því við viljum að þessi dagur sé helgaður Jesú nafni og hann getur alveg verið helgaður þessu nafni Jesú Krist en við þurfum að velja að gera það og síðan stíga skrefið til fulls og vinna að því að dagurinn verði helgaður honum og við vitum alveg hvað þarf til og við þekkjum orðið, við þekkjum vilja Guðs að þessu leyti til og svo bara að sjá til hvort við stígum nú skrefið alveg og gerum það sem að allt í okkur raun og veru segir að við skildum gera og skulum gera. Við sjáum hver hefur völdin í þessu máli. Við sjáum að einstaklingurinn, ég bendi á sjálfa mig og þú bendir á þig, fólkið sem annarkvort veljum þessa leið eða hundsum hana. Ég, prívat, þarf að velja hana. Þú, prívat, þarf sömuleiðis að velja hana. En hvað gerum við? Ef Drottinn kemst að, ef Drottinn það sem við segjum hann vera hjá okkur, þá tel ég að við munum gera vilja Guðs. Og það akkúrat það sem að Drottinn vill að við gerum vilja sinn. Því hann hefur blessuninn á reiðum höndum, hann hefur góða áætlun sem hann vill að við förum eftir. Hann kannski sýnir hann ekki alveg 100% hvernig en kallar eftir trú minni sem segir mér, úr því að Drottinn með planið, hlýtur áætlunin að ganga upp. Þetta trú. Og þessa trú áttu til, þessa trú hefur byggt upp í þér, en hefur þurft að virkja til að hún komi fram í öllu sínu veldi í þínu lífi. Aftur beinum við öllum fingurum að okkur sjálfum og segjum við okkur sjálf, ég maðurinn sem þarf að gera þetta. Og ég í minni trú stíg fram í minni trú og get ekkert annað því að mín trú mín trú og hún eins uppræktuð og ég hef gert hana. Og hver staðan, hvað varðandi mína trú? Ég tel hana sjálfur vera þokkalega stöðuna. Og ég bið að hún sé ekkert lakari í þínu tilviki. Allt þetta samt miðað við það, hvernig ég ver deginum og í hvað ég að verja deginum. Dagurinn hefur upp á margt að bjóða, þetta og hitt. Og ég geri margt yfir einn dag. En stundum, og vonandi oftar en ekki, ég í verkum sem að lyfta upp nafni lifandi Guðs. Hvað með þig? Ég veit það ekki. Hver þanginn? Ég veit það ekki. Og þarf heldur ekki að vita það. En þú veist þinn þanga, þú veist hvað bærist í þínum kolli. Gerðu hugaðinn og hjarta samstíga lifandi Guði. Því að það ákveður maður að gera
það skal hver maður bera sig eftir, hann getur það, hann hefur allt í sér til þess, hann komst á upphafsreitin sem frelsun mannsins, það upphafsreitur myndu það, og þaðan getur hann unnið sig til styrkingar trúarinnar sem eflist á göngunni, þar að segja, ef ég geri það sem Drottinn að bjóða, ef ég fer eftir því sem Drottinn vill að ég geri, þá verður það. Ef ekki, þá fer þetta bara öðruvísi. En það ekki ásættanlegt að það fari neitt öðruvísi en á þann veg sem Drottinn vill, og hann vill sjá, og ég ætti að vilja sjá það líka, hann vill sjá uppbyggða trú, styrkari trú í dag en var í gær. Þetta það sem hann vill sjá. Og þetta hans markmið í raun og veru, því að hann veit að styrkari trú en veikari eykur möguleika á að maðurinn komist klakklaust til áfangastaðar sín sem hver, hið eilífa líf í ranni Drottins, eilífa lífið sem Drottinn með á himnum. Það áfangastaðurinn, það lokastaðurinn, en trúin sem þú hefur byggt upp og lagt rækt við, gerir annað og meira, hún eykur möguleika þín á að þú takist rétt á við áhyggjur dagsins og hrindir þeim út, og auðvitað kemur í veg fyrir að þær komi, það nú eitt af því sem trúin gerir. Hún sýnir okkur leiðirnar fyrir áhyggjurnar að koma til okkar, og sumir eru konur með sig sjálfan á þann stað að þeir sjá þegar eitthvað slíkt byrjar að kræla á sér í sér, og þeir standa gegn því. Þeir gera það auðvitað í sinni trú. Þetta merkilegur árangur sem trúin hefur tekist að ná í manni, og ég vil vera þessi maður. Bara engin spurning. Ég þessi maður? Ég hygg að ykkur leiti á sig, ég þessi maður. En ég hef stuðlað að þessu, að því ég eins og þú hef viljað ná betri tökum á mínu lífi og tekist svona þokkalega, ekki nógu vel kannski, eins og ég held að það sem líka svarið þitt, en þetta markmiðið. Ég veit hvað ég á, ég veit hvað ég hef í hendi, veit líka að þetta því sem ég legg meiri vinnu í þetta, verður árangurinn meiri. Og þannig með allt. Árangur til að mynda námsmanns liggur svona 99% í vinnunni sem hann leggur í verkið. Sá sem ekki vill vinna, þarna komum við aftur að því, á ekki mat að fá. En sá sem vinnur, fær mat og fær þann árangur sem að var stefnt, og getur því gengið hnarreistur út úr byggingunni eftir prófin, segjum það, á meðan að hinn, yftir bara öxlum, þetta slapp, kannski finnst honum það nóg. Það vegna þess að hann hefur ekki metnað. Það misjað hvernig metnaður manna Sumir hafa metnað. Og maðurinn sem hefur metnað, sættir sig ekkert við neitt nema bara besta árangur. Og að því hann veit hvernig hann veit að hann mun ekki sætta sig við neitt nema besta árangur, liggur fyrir, hann leggur á sig allt sem þarf til að auka möguleika sína á að svo verði. Auðvitað getur það farið út fyrir mörkin og allt saman það, en núna auðvitað ég bara að tala um einhverja eðlilega viðbrögð og eðlilega álækningu, ef svo má segja, hjá manni. Ég ekki að tala um neina öfgar eða neitt slíkt, við vitum að það allt þarna með okkur, og það líka í trúnni á sinn hátt, á vissan hátt. En ég tel það, sé þetta fyrir hendi í trúnni, þá sé það nú ekki af hygni gert. Þetta segir okkur það að við mennirnir erum bara á misjöfnum stöðum. Þessi þarna
og hinn á einhverjum öðrum stað. Og öll eigum við eftir að þroskast, öll eigum við eftir að vaksa, öll eigum við eftir að fá sjón og aðra sjón og margt ann sem við höfum gert. Í dag sjáum við þetta allt öðruvísi og miklu réttara. Þetta er árangur trúarinnar. Þetta er árangur trúarinnar sem hefur fengið rétt vaxtarskilyrði og ég lofa þér því að dagurinn í dag, þetta andardag, sker úr þessi vaxtarskilyrði. Þegar hver dagur fyrir sig hefur bæði gott og vont í för með sér og þetta eru við að glíma við allt og oft og spurningin hvenær við álpustum til þess að fara að gæla við þetta sem er ekki alveg gott og heitt. Þetta er alltaf fyrir hendi. Og þarna byrjar einhvað ef þú sveigir til annar áttar en þú átt að fara. Þá ertu bara komin á stað sem að getur bara blindað þig og þú heldur áfram á þessu stað og allt í einu vaknaru bara einhver staðar upp að þú horfir ofan í svínadallinn. Það er allt farið. Þú ert hungraður, þú ert kaldur, þú ert klæðalaus og það er enginn sem skiptir sér að þér. Við veitum að þetta byrjar allt saman á einhverjum stað. Þess vegna er gott að hafa í huga að segja ég ætla ekki að láta þennan dag koma mér þangað í framtíðinni. Nei, ég ætla að vera vakandi. Ég ætla að gera vilja Guðs. Ég ætla að gera trúa vilja drottins og ég ætla að leggja á mig einhvað svolítið til þess að byggja undir mína trú. Þetta er rétt hugsun fyrir kristinn mann og þetta er algjörlega fullkomin rökrétt hugsun vegna þess að við þekkjum hvernig við erum. Við þekkjum að það þarf ekki nema lítinn fugl sem flýgur framhjá og það er eitthvað byrjað að kræla, láta kræla í sér í okkur og við þurfum að glíma við þetta og sumir láta blekkjast og þeir fara eftir þessum litla fallega fugl sem á einu stað breytist í bastard, breytist í illfugli sem á endanum leiðir okkur á staðinn þar sem við horfum ofan í svínadallinn og það er allt farið. Er órökrétt að segja svona? Já, ég spyr þig, er það órökrétt? Ég held að þetta sé bara saga allt og margra manna. Niðurstaðan í þessu er að allt ferli, hvort sem er gott eða vont ferli, hófst á einum stað, þessum stað og hinum staðnum. Þetta voru rangar beygjur sem við tókum, sem að endingu sett okkur fyrir framan svínadallinn. Og við horfðum dauðskjald ofan í dallinn og hugsuðum það eitt að fá okkur að borða og voru komnir að því að eta sama mat og svínin búru að eta. Svo neðarlega er nú hægt að fara með sjálfan sig, en ekki ég og ekki þú. Að því við ætlum að rækta upp í okkur trúna. Við ætlum að gefa trúnni séns í dag. Við ætlum að lofa Drottin að umleika okkur, segja okkur til, vísa okkur veginn, útskýra fyrir okkur orðið og jafnvel setningar sem við hingað til höfum ekki skilið fullkomlega. Og það sem við skiljum mun hann jafnvel, ef hann vill, gefa okkur nýjan vinkil á. Og við fáum þennan reikningastað, sjáum hann allt inn í öðru ljósi og skýrara ljósi kannski en við höfðum áður og við sjáum starf lifandi Guðs. Allt vegna þess að við erum að gera það sem er Guði velþóknarlegt og hann umbunnar sínu fólki. Hann elskar fólk sem velur sig umfram allt annað. Þetta er það sem Drottinn vill við okkur segja. Þetta er það sem Drottinn vill árétta við okkur. Þetta er það sem hann uppáleggur okkur að fara eftir.
Já, það eru litlir fuglar, sætir fuglar sem að fljúga loftið. Þeir eru þarna. Og það er kannski auðvelt að heillast af þeim. Og það er kannski ekkert mikið mál og líklega er það ekki mikið mál að elta þá. Reyna að hafa upp á þeim. Og gleyma svo markmiði sínu sem við fórum svo ásett með út í daginn sem að vilji Guðs. Nú er það það bil að fjúka út í veður og vind. En þó ekki. Því að maðurinn er óútreiknanlegt fyrirbrigði, ef svo má segja. Því hann getur alltaf vaknað. Já, litli sæti fuglinn og búinn að fanga þig og þú allt í einu uppgötaðir það, þú varst farin að stíga skrefinu eftir honum en hættir við. Af hverju? Að því að trúnni tókst að stökkva fram fyrir þetta og meira, í þetta skiptið tókstu eftir því að hún stóð fyrir fram að þig og þú vaknaði og þú hélst áfram frá þeim stað sem að þú tókst sveigina á. Og hverju þakkarðu þetta? Auðvitað Guði, auðvitað Jesús. Og líka því að þú hefur verið að byggja trúnaðina upp hægt og bítandi gegnum dagana og jafnvel árin. Þannig að þú átt alveg þinn heiður að þessu leyti líka, ekki gleyma því. Heiður að því leyti til að þú tókst rétta ákvörðun. Já, rétta ákvörðun. En þessi litli fugl sem að fangaði þig vildi svolítið taka frá þér. Og var það bil að taka það frá þér nema hvað að þú hristir það af þér vegna trúarinnar sem byrjaði að hringja bjöllum inn í þér og standa andspænis þér til þess að vísa þér aftur þann veg sem þú áttir að fara, varst búin að ákveða að fara en vildi núna sveigja af. Augun. Þau eru mögnuð. Og það eru margir litlir fuglar, fallegi fuglar, flögrandi okkur. En sumir af þeim munu breytast í bastard þegar framlíða stundir. Það tekur fleiri meir en 1 dag og 2, kannski ár. Þá ertu komin á staðinn þar sem svínadallurinn er. Og hrínandi og rítandi svín allt í kringum þig. Þið líkar ekki við stöðuna. Og þú auðvitað sérði eftir öllu saman. Þú bakað þér mikið tjón. Og það verður talsverð vinna að vinna það allt saman upp sem forgörðum fór. Vegna þess að litli sæti fuglinn. Þú fórst að elta hann. Hann að kosta þig nokkuð mikið. Þetta er eitt af því sem Drottinn vill tala til okkar. Þegar máski eru einhverjir á þessum stað að þeir eru farnir að velta óþægilega mikið fyrir sér einhverju sem að þeir í hjarta sínu þó vita að þeir ættu ekki að gera en eru að berjast við freistinguna, berjast við gindina, holdsins girndir sem geta verið margvíslegar og holdsins girndir er ekki bara eitthvað eitt, það getur verið margt, er að berjast við þetta í sér og litli sæti fuglinn kveikti þetta. Þetta er það sem við erum að eiga. Hvernig sem við skoðum þessi mál, hvernig sem við horfum á þessi mál, getum við ekki látið hjá líða að nota þennan dag að einhverju leyti til að minna sig á lifandi Guð, leyfa honum smá að tala við sig, þó ekki sig meira, og við smá eis að tala við hann. Það byggir grunn, það styrkir grunn,
það eykur trú og hættan á einhverju fráfalli verður hverfandi. Hvað viltu? Þú vilt hið góða fara fullkomna, ég bara veit það, ég þekki kristna menn það vel. Ok, gott markmið, hvað ætlar að gera til að þetta verði? Hvað getum við gert? Við getum lagst yfir orðið. Við getum lesið svolítið orðinu. Við getum verið með opið hjarta fyrir Drottni þegar við erum að lesa orðið. Og ef hann vill og við viljum, þá getum við ígrundað orðið aðeins betur. Þegar orðið stekkur út og gefið þið færa og ígrunda eitthvað af því sem þú varst að lesa í þessum degi. Annað síðan hvernig langan tíma við gefum þessari ígrundun. En það er hollt og það er gott. Og það má hvetja menn til þess að gefa henni einhverja stund. Þegar eitthvað sem stekkur fram í orðinu er til þess að dýpka skilning þinn. Takk þetta því þinn. Þú fyrir þig, ég fyrir mig, en Drottinn er hinn sami. Ég þarf að dýpka minn skilning og orðið Guðs, sama þarf þú að gera fyrir þig, af því að þú ert einstaklingur og ég er einstaklingur og við erum fráleit sömu persónuleikar. Og verður það vist aldrei. Mín trú er fyrir mig, þín trú fyrir þig. En andinn er hinn sami og við erum saman í þessu og að því við erum manneskjur. Getur þú uppörfað mig, jafnt og ég get uppörfað þig. Og við gerum það oft. Og við þurfum á því að halda. Við þurfum á því að halda að svo kallað peppa hvora aðra upp. En við erum líka, þannig er líka með trúna, þegar hún fær svona meira sjálfstæði í okkur, það má alveg líklega nota það orð, að þá verður peppun annara mann og kvenna ekki eins mikilvæg og hún kannski var tíma. Í raun og veru gátum við ekki peppað okkur sjálf upp af því að við einhvern veginn höfðum okkur ekki í það. Af hverju? Kannski af leti, kannski af ósjálfstæði. Það er margt sem getur komið þar inn í. En einhver staðar þarf þessu að linna og sleppa þar sem við stólum svo mjög á aðra til að peppa okkur upp með okkur. En við losnum auðvitað aldrei við það algjörlega að hversu miklu betra það er. En sú staða getur verið uppi hjá okkur sem einstaklingum að engu slíku er til að dreifa og við kannski með sjálfu okkur ekkert á neitt sérstaklega góðum stað í ferlinu, í þanganum, í hugsununum og eigum þá að geta rifið okkur frá því til orðsins og orðið, trúin, heilagur andi í okkur vill gera það sem við höfum hingað til notað aðra til að gera með okkur. En það heldur auðvitað áfram, en við þurfum að geta farið þessa leið því að við munum einu sinni og oftar standa andspænis þessum sannleika að þetta sé eina ráðið. Það er enginn í kring. Það er enginn sem er nálægur til þess að gera þetta með þér. Og þá verður þú bara minn elskaði vinur að gera þetta sjálfur og sjálf. Þannig við þurfum að vera með þessi mál alveg á hreinu. Þannig að enginn okkar þarf að verða uppgefin að bráð. Allir geta hagað svo málum, byggt upp sína trú þannig að þessi staða geti komið upp því að það er alveg á hreinu að hún mun koma upp. Þannig við skulum ekki láta deigan síga. Við skulum ekki koma okkur á þann stað eina ferðina en að okkar dabri þangi leið okkur annað en þá í átt að trúnni, ekki frá henni.
eins og kannski hingað til hefur gerst í allt of mörgum tilvikum. Þú veist að allt eru þetta ferli. Þú veist að ekkert skeður bara allt í einu. Það hins vegar sem gerist litli sæti fuglinn sem að flaug fyrir augun á þér og hann heillaði þig. Ég raun að veru bíp bíp sem að segja komdu á eftir mér og þú fórst á eftir honum. Það var byrjunin. Byrjunin að því þar sem þú endaðir þegar þú horfðir ofan í Svínadalinn. Árum seinna, eða Guð má vita hvað. Þetta þurfum við að vita. Þetta þurfum við að ígrunda. Þetta þurfum við að vera með á hreinu, því að svona er lífið. Og trúin er vel til þess fallin að segja og útskýra fyrir okkur að einhverju leyti að allt hefur sína, hvað segir maður, allt hefur sína afleiðingar, já. Bæði góða og líka þær slæmu. Þú ert að beina veginu núna, þú gengur með trúna uppi, þú ert uppveðraður og heillaður á trúnni. Hvað segir Drottinn? Haltu þér þar. Blakt ekki litla sæta fuglinn, fangaði eina ferðina enn, því hann mun koma. Þú hefur oft fallið á sama bragði, en það ekki rétt, við gerum það, við föllum oft á sama bragði. En núna sérðan, þú segir, hei, ég ætla ekki að elta þig núna, farðu bara. Góð ákvörðun. Beini vegurinn er framundan. Þú segir, ég ætla að fara hann. Ég ætla ekki einu sinni enn að enda þar og horfa ofan í Svínadalinn. Það komið nóg að því. Ákvörðun til þessa arna skaltu taka núna. Og hvað? Haltu áfram að byggja undir þína trú. Þú veist að hún ein forðaði þér frá að Bíbí dragi frá þér athyglina. Svona maðurinn. Hann stendur frammi fyrir alls konar freistingum. Reynslan getur sagt honum margt, en í sínum freistingum. Hann búinn að draga sig jafnvel frá Guði tíma og freistingin kemur. Allar varnir niðri, hann fer á eftir henni. Hann veit hvar þetta endar, en fer á eftir henni. Hún endar þar sem hann vissi að hún endaði. Svínadallurinn blasir við honum. Látum trúar átakið okkar núna færa okkur heim vissu og ákvörðun með stórum staf að slíkt sem þetta endurtaki sig ekki aftur, og ég segi þér, það er hægt. Hve oft sem að þetta hefur gerst, þá er það áfram hægt. Sem menn geta á einu stað sagt, nú er komið nóg, og meint það. Og hvað gerist? Ákvörðunin er slík, hún er rosalegt afl. Allar hugmyndir eitthvað annað eru foknar burtu. Og þú veist að þær eru foknar burtu því að þú veist líka að núna
ertu komin á einhvern stað sem þú veist núna að þú vildir alltaf vera á en varst aldrei á. Því að það vantaði alltaf ákvörðunina inn í myndina. Og ég tala af reynslu núna því ég veit hvað ákvörðun er. Hvað hún hefur merkt fyrir mig, já, og gerir enn. Ég veit að sumt er búið. Og ég þakka fyrir það að vera á þeim stað að svo sé. Þegar að þú veist að sumt er búið, hvað gerist þá? Þú færð fullkominn frið fyrir því. Þannig að söknuður og sorg vegna þess er ekki til staðar. Og þú, ef Guð vill, fer að búa til jafnvel fagra mynd á þessu tíma sem þú var svo fegin að hafa losnað við, því að tímabil hjá okkur eru bæði með dökku og ljósu, og þú, ef að Guð vill, og ef þú ert þannig þenkjandi, þú átti fyrir að gefa þér þessar ljósu myndir, og svo lítur við farin veg, og yfir þetta tímabil, þú sér, harla gott, en þú ljáir ekki máls á því að fara neitt þangað aftur. Af hverju? Þú manst líka eftir öllu hinu, og þú segir aldrei þangað aftur. Þó að hinar myndirnar séu svona þær sem eru gangandi með þér, sem er allt annað mál. Þetta er að taka ákvörðun. Þetta er það sem að Drottinn vill byggja upp í þér, að þú skiljir mikilvægi ákvörðunarinnar. Við segjum líka veldu. Það er önnur mynd á sama orði ákvörðun, veldu. Og þegar við segjum veldu er átt við eitthvað sem þú veist að þú getur staðið við, veldu. Við þurfum að velja. Og það er eitt af því sem að orð Guðs vill endalaust ítreka við okkur, veldu. Taktu ákvörðun. Og til að standa keikur þarna og á þessum góða stað, notum við þennan dag til þess að rækta samfélagi við lifandi Guð og auka dýptina á skilningnum. Því að við höfum komist að því að hann er mikilvægur í Jesú nafni. Og meira stendur okkur allur til boða, það er að segja, ef við förum í það sem að þarf að gera til að þessi skilningu komi. Hann er orð Guðs. Hann er bænin. Hann er samfélagi við lifandi Guð. Hann er samfélagi við annað trúa fólk. Sjáðu þvæluna að vera með trúa fólk sem sína verstu óvinni. Sjáðu þvæluna af því. Við veitum það að það er ekki betra fólk en annað. En þetta er samt trúað fólk. Þannig að þú gætir beðið með því. Þú gætir lesið með því. Þú gætir rætt orð Guðs við það. En þú gerir það ekki með þennum vantrúaða. Af því að vantrúin hefur ekki skilyrðin sem Guðsmaðurinn og Guðskonan hefur. Þannig að láttu þið lynda við þetta trúaða fólk. Og leyfðu Guð að byggja þið upp þannig að þú horfir framhjá þessum göllum sem að blasa við þér í þessum og hinnum. Og það gerir sama við þig. Það horfir framhjá þessum göllum sem ég og þú erum haldin. Og hvað verður eftir? Guðsmaðurinn og nefndu nafnið þitt, eða konan. Það verður eftir. Og þá erum við á réttum stað. Þá erum við með þetta allt saman rétt gert. En okkar að gera þetta með þeim hætti og þess vegna
hvetjum við hvort annað til þess að verja einhverju stund í þessum degi til þess arna að byggja okkur upp í trúnni. Og við segjum, við þurfum á því að halda. Við erum ekki enn orðin fullnuma í fræðunum. Svo segjum við stóra sannleikann og nefnum við okkur sjálf og verðum það víst aldrei. Með öðrum orðum, að vera í Guði, læra Guð, tjá sig við Guð og lesa orðið er verkefnið endalausa, eins og sagði við mig þegar ég var að mæðast yfir því að það væri svo mikið eftir á bókinni, ég myndi aldrei klára þetta. Þá sagði hann við mig, Konráð, ekki vera að velta því fyrir þér að þú klárir aldrei þessa bók, því að þú munt lesa hann á hverjum degi það sem átt eftir ólifað, og þetta er rétt og þetta hefur maður gert og varla sleppt úr degi í öll þessi ár. Þetta er ekki gert af neinu nema þörf fyrir mig. Þetta er hvatningin sem við viljum skilja eftir hjá þér og hjá öðrum í dag. Tökum þessu alvarlega. Látum ekki litla fuglinn en að fallega bí vill okkur sín einaferðin enn. Ef við gerum það, munum við horfa ofan í svínadallinn. Það er að segja, ef við lifum það af. Þannig að við tökum þessu alvarlega. Við leikum okkur ekki lengur með Guðs orðið, eða trúna okkar. Við ætlum að rækta hana. Við ætlum að sjá til þess að hún fái það fóður sem þarf til að verða það sem hún vill sjálf verða í mér. Það skal vera markmið mitt og vonandi þitt líka í þessum degi. Og hann ætlum við að klára með þeir stæl sem Drottinn býður í Jesú nafni. En við segjum þetta gott og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.